ég nú alinn upp í Torfbænum Já. til 10 ára gamaldurs Já. og ekkert rafmagn. Og ég man þegar við flytjum hingað 71 að þá ætla ég ferði með Helgu mína í heimsókn út af Skaga þar sem ég vissi að það var ekki rafmagn. Hún hefði aldrei í svoleiðis hús komið sem hefði ekki verið rafmagn. Já. Og við keyrum út í Neðranes. Og ég gleymi því aldrei, hún var bara ein eyru og eyru að sjá alla dýrurnar. Já, dýrurnar og olíulampana, sko. Og þetta var sumarið 71. En rafmagnið kemur ekki í Árbakka fyrr en 55. Það kemur bara rétt í nýja húsi sem var byggt. Og ég man eftir því að allir staurarnir sem eru reistir til þeirri línu voru reistir til handafli. Og það var einn bannfærður, það var alltaf einn að segja til, hvort eitthvað hallaði sko, og svo gengum menn undir staurum og búið að grafa hóluna. Og það var einn bannfærður, hann mátti ekki segja til. Já. Því að þegar menn voru í erfiðasta hjalla þá sagði hann kannski brandfara. Þá hrundi staurinn niður og allt ónýtt og Vestfjörðurinn brjálaður sko. Þannig að hann var rekinn úr því starfi og það skeri mitt í túninu á Árbakka. Þar sem hann var rekinn úr því starfi að segja til. Og hann var látið reisa. Það var ekki mitt mál. Þetta voru bara að reyna að hafa eitthvað gaman að því. Já. Og þegar þú varst að alast upp í gamla bænum, hvað voru þá margir sem á Árbakka? Árbakka? Hvað var það margt fólk? Það var afi og amma og það var Björg og Guðmundur og það var Biddi og Þóri og Magga. Þetta var heimilisfólkið. Já, þetta hefur ekki verið. Og svo við systkini 3. Já. Og svo alltaf einhverjir krakkar og það eins og Hallgrímur Dalberg og amma tók alltaf einhver börn sko. Já. Ég man ekki eftir neinum með sko, þetta var nú alveg orðið nóg og þau voru hætta sko af og amma með þetta hennan búskap og Björg og Guðmundur að taka við. Já, þetta gekk nú svona en ég er ansið hræddur að mörgum myndi bregða við ef til ég man eftir sérstaklega sko þá voru til svona ég man ekki mörgu lýruglös og þessum olíulömpum og það var í húsinu sko í gamla bænum, það var allt svoleiðislampar en í fjósinu þar var það bara flaska með tappa í, kortappa, smá stubbur af eirröri eða járnröri og kveikur í og niður í flöskuna. Það var allt ljósið? Það var allt ljósið. Svo ef við opnuðum dyrnar þá slöknaði það. Þetta var bara gamli tíminn. Og ég var svo ánægður yfir núna að hafa séð inn í hann. Ég man eftir þegar menn voru að basla við að slá með hestasláttuvílum og annar fældist og allt í helvíti stóra og hungmaður. Það var ævintýri líkast. Við munum náttúrulega eftir því þegar við vorum að dreifa mjólkinni með lýsing gamla vaxtakerfinni. Ég var nú í því embætti. Já. Systir mín byrjaði og svo tókum við bræðinni við. Og svo bara 56 kemur dráttarvélin. Takk fyrir. Þangað til stóð lýsingur vaktina sko. Hann var 33 ára þegar hann var felldur. Já, svona gengur það. Það var svona stríði í þessum mjólkurflutningum. Þetta voru kerruhestar, þetta voru ekki einn vélknúin ökutæki. Við vorum með lýsing og Kalli Guðmunds, hann var með Grána, hann frá Reyndali. Og það var bara númer 1, 2 hjá Kalla, ef við vorum komin á undanum út á brú eða eitthvað, þá skildi hann fram úr okkur. Og það var þetta, vorum ekki fjæðra kerrur eða svoleiðis. Og Gráni var bara endur duglega áfram og þá lag úr kerrunni á honum. Mjólkin? Já, mjólkin, það er kannski ekki verið alveg fellið fyrir með brúsandi þegar ég kom á leiðarenda. En við vorum alltaf undan honum heim. Því hann þurfti að fara út í útkaupsstaðinn allan sko. Við fórum aldrei nema bara í innkaupsstaðinn. Takk fyrir. Og lengst til Bygga, Anna. Þaðan í Strömnes og þangað. Og svo náttúrulega í Mýrina og Skeifuna. Þetta var ævintýri líkast, þetta með einhverjum sport í dag bara að fara, en hittir hann málar, því hann bara hefur verið í sveitinu eins og því framleiti mjólk sjálfur, að kaupa mjólk í búð, maður gerist þetta mjólk, þetta er ekki mjólk maður. Ég kaupa bara undarinu, ég kaupa undarinu, ég bara finnst það vond, en ég má ekki koma í fjós á þamba í eins og bölgur. Já, svona er það bara.
og ég man sérstaklega eftir einu sem maður búinn að hlæja svolítið mikið að í gegnum og náttúrulega til skamma sko. Að Árbakki stendi alltaf mjólkmýrtir eins og veistir og foreldrar þínir keyptu nú alltaf var það ekki, mjólkar? Já. Nema það að sumir keyptu alltaf á Vindali og þetta var bara fastar venjur, nema svo var eitthvað mjólkur lítið á Vindali og Beta hringir upp yfir hreina sanna Beta annars Óla já, og spyr hvort það sé nokkur sem að ég geti látið segja mjólk því að það sé orðið mjólkulítið hjá þeim og það sé bara engin mjólk umfram á Vindali sko. Já, amma segir og við hana já, þá segir hún já, ég vantar þetta svolítið, ég senda hann Ólaf minn bara eftir mjólkinni já, svo kemur Ólafur og ég man það við vorum að drekka kaffi þegar hann kemur og sátum á fiskinn á stórri kistu þar og kemur Ólafur hann náði mjólkina og þá segir amma henni já, Ólaf, menn komst ekki með eitthvað undir mjólkina jú, ég gerði það ég kom hérna með pokar tók utan hann stregapokar en þetta kallið var ekki teinskur eins og vissi þetta hann bara var það sett bara mjólk í flösku og þá bara flöskun í pokanum en þetta kom svolítið svona ég kom hérna með pokar en það fannst okkur sískjónum þetta alveg magnað að maður sem kemur að ná í mjólk og kemur með stregapokar en það átti sín eðlilega skýringar það var bara það þetta undir flöskunar sko